Sælveriði, ég heiti Erla Hulda Halldórsdóttir og prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og mitt sérsvið kvenna- og kynjasaga. Til hvers að fara í meistaranám í sagnfræði? Það dýpkar þekkingu á sögulegum viðburðum, eykur færni í sagnfræðilegum vinnubrögðum, í heimildarýni, að beita gagnrýninni hugsun, að vinna gegn sögufölsun, lygum sagnfræðilegar staðreyndir. Misnotkun sögunar hefur lengi verið til staðar, kannski aldrei meiri en síðustu misseri og ár, segja sumir sagnfræðingar. Og því aldrei meiri þörf en nú á vönduðum sagnfræðirannsóknum. Fortíðin líka full af spennandi viðfangsefnum, atburðum, fólki, ferlum sem á eftir að rannsaka eða skoða út frá nýju sjónarhorni. Á þann hátt sagnfræðin fræðigrein sem í stöðugri endurnýjun, þar sem nýjar hugmyndir, ný sjónarhorn og aðferðir veit okkur nýjan skilning á fortíðinni og þar með samtíma okkar. Sagan eða fortíðin óþrjótandi brunnur hugmynda og tækifæra og sagnfræðinni ekkert óviðkomandi. Til þess að komast inn í meistaranám í sagnfræði þá þarf BA-próf með fyrstu einkunn og fyrsta einkunn 7,25 og þaraf lokaverkefni upp á lágmark 10 einingar sem þarf að vera inn í og líka fyrsta einkunn. Nemendur sem ekki hafa skrifa lokaverkefni sem hluta af BA-prófi sínu þurfa að ljúka slíku verkefni áður en þeir geta sótt meistaranám í sagnfræði. Og nemendur með BA-próf úr öðrum greinum heldur en sagnfræði geta sótt í meistaranám hjá okkur, en þá gert ráð fyrir að þeir hafi lokið að minnsta kosti 60 einingum í sagnfræði þar á meðal grunnnámskeiðum af BA-stiginu. Meistaranám í sagnfræði tekur 2 ár þegar við miðum við fulla framvindu, 4 misseri og þetta samtals 60 einingar. Námið mjög rannsóknartengt og oft njóta nemendur góðs af stærri rannsóknarverkefnum leiðbeinenda sinna eða annarra kennara við deildina og fá þá tækifæri til að vinna innan slíkra verkefna. Kennarar við deildina mjög virkir í rannsóknum, gefa út mikið magn af greinum bæði á íslensku og erlendum tungumálum og gefa út fjölda bóka og þeir láta gjarnan til sín taka og oft í opinberri umræðu sögu og samfélag, hvort sem það íslensk viðfangsefni eða sögulegir viðburðir á erlendri grundu. Skyldunámskeiðin kenningar í hugvísindum sem nemendur taka strax á fyrsta misseri. Þetta þverfaglegt námskeið með meistaranemendum í deild heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði. Á öðru misseri námskeið nýjar rannsóknir í sagnfræði og á því þriðja hefst undirbúningur MA-ritgerðar með sérstöku rannsóknarverkefni. Og fjórða og síðasta misserinu þá meistaraprófsritgerðin skrifuð. Ásamt þessum námskeiðum geta nemendur tekið valnámskeið og þeir vinna jafnframt að svokölluðum einstaklingsverkefnum sem búin til og unnin í samráði við leiðbeinendur og þau geta verið ýmiss konar skrár, skýrslur og samantæktir. Þetta oft mjög svona hagnýt verkefni. Meistaraprófsritgerðin sjálf, hún telst 30 einingar, þetta stórt verkefni viðamikið og miðað við 25 til 30.000 orð. Meistarapróf í sagnfræði með fyrstu einkunn veitir aðgang að doktorsnámi. Það mögulegt að velja sérstakar námsleiðir innan meistaranámsins og það hægt að skoða betur hverjar þær og hvaða leiðir færar í kennsluskrá háskólans. Og hér nokkur dæmi námskeið sem meistaraprófsnemendum stendur til boða. Og ekki á hverju ári en þessi á döfinni. Þetta fjölbreytt efni eins og sjá má, kalt menningarstríð, afnýlenduvæðing, saga Afríku, einsögur, fátækt, tilfinningar og fötlun, norðurheimur á miðöldum, stríðsglæpir, minningar, átökin söguna og hugmyndasaga eftir 1750. Í
náminu lögð áhersla á vísindalega þjálfun sem getur þýtt vísindastörf af ýmsu tagi og doktorsnám, sem sagt aðgangi að doktorsnámi ef því að skipta. Og í tengslu við námskeið í sögukennslu undirbúningur undir kennslustörf og framhaldsskólastigi. Og eins og ég vék að í upphafi áhersla lögð á að þjálfa gagnrýna hugsun og heimildarýni sem mikilvægur grunnur fyrir mjög fjölbreytt eða margvísleg störf. Nú námið snýst líka að þjálfa nákvæma þekkingu og skýran skilning á að minnstakosti einu tímabili sögunar og hafa yfirsýn yfir ólík sjónarmið, aðferðir og hugmyndir. Og þar spilar loka ritgerðinu þetta stóra rullu af því að hún þessi stóra mikla rannsókn þar sem farið á kaf í ákveði viðfangsefni. Nú einnig markmið að námi loknu að þekkja og kunna skil á nýjustu þekkingu og kjörsviði sínu innan sagnfræðinnar og geta beitt þessari þekkingu við rannsóknir og tekið rökstudda afstöðu til sagnfræðilegra úrlausnarefna. Og það sem ekki síst mikilvægt að vera færum að taka þátt í umræðu sagnfræðileg efni á því sviði sem nemandinn hefur sérhæft sig í, geta skrifa fræðigreinar til birtingar í tímaritum og bækur sagnfræðilegt efni. Við hvetjum ykkur sem eruð áhugasöm framhaldsnám í sagnfræði til að kynna ykkur möguleikana með því að nota netspjallið okkar, tala við nemendur námið eða sækja upplýsingar á vef HÍ. Sækið á vef Háskólans. Umsóknarfrestur 15. apríl. Við hlökkum til að taka á móti ykkur og vinna saman að spennandi rannsóknum og sköpun nýrrar þekkingar.